Stjórn Sparisjóðsins í Keflavík lánaði ábyrgðarlaust án fullnægjandi veða eða trygginga. Ekki stóð steinn yfir steini í rekstri sjóðsins samkvæmt svartri skýrslu sem unnin var fyrir fjármálaeftirlitið. Sparisjóðurinn í Keflavík færði niður útlán fyrir rúma 18 milljarða króna og afskrifaði 7 milljarða síðustu 2 árin fyrir fall hans. Starfsmönnum, stjórnendum og félögum þeim tengdum voru lánaðar háar fjárhæðir án trygginga og viðskiptalegra forsendna. Þetta má lesa í 500 blaðsíðna skýrslu PricewaterhouseCoopers starfshætti Sparisjóðsins sem unnin var að beiðni fjármálaeftirlitsins. En skýrslunni hefur verið haldið frá stofnfjáreigendum og kröfuhöfum sjóðsins. Skýrslan fjallar síðustu 2 ár sjóðsins eða þar til fjármálaeftirlitið tók hann yfir í apríl 2010. 5 mánuði tók að vinna skýrsluna en henni var skilað til FME í fyrravor. Samkvæmt skýrslunni stóð ekki steinn yfir steini í starfsemi sjóðsins. Þáverandi sparisjóðsstjóri Geirmundur Kristinsson var því næst einráður og virðist stjórn sjóðsins og lánanefnd hafi verið nánast upp á punt. Geirmundur hafði heimild til að veita lán sem voru alltaf 15% af eiginfjárgrunni sjóðsins og dæmið að hann hafi samþykkt lánveitingar sem hafi verið hafnað af lánanefnd. Engar takmarkanir voru í útlánareglum lánveitingar til aðila með neikvætt eigið fé eða til þeirra sem höfðu fengið lán afskrifuð. Engin ákvæði voru að lán til venslaðra aðila skyldu samþykkt í stjórn og stórar áhættuskuldbindingar voru vanmetnar þar sem tengdir aðilar voru ekki skilgreindir sem slíkir. Geirmundur samþykkti skilmálabreitingar á lánum sem hann hafði ekki heimild til að mynda á lánum til félaga sem tengdu stjórnarmönnum sjóðsins. Engar reglur voru til mat á útlánum og afskriftum, ákvæði veðköll voru hvorki í skuldabréfum í lánasamningum og viðskiptalegar forsendur fyrir lánveitingum oft ekki til staðar, tryggingar of lágar eða jafnvel engar. Starfsmönnum voru oft og tíðum lánaðar háar fjárhæðir án samþykkis sparisjóðsstjórans eins og reglur kváðu á Lánveitingarnar fóru sjaldnast fyrir lánanefnd, voru án trygginga og óvíst hvernig þau ættu að fást endurgreidd. Til dæmis fékk þjónustufulltrúi sjóðsins úti á landi ríflega 200 milljóna króna lán sem hefur verið afskrifað. 15 mánaða vanskil starfsmanna voru látin óátalin. Einn stjórnarmaður og fyrirtæki hans fengu ríflega 800 milljóna króna lán en háar lánveitingar til stjórnarmanna og fyrirtækja þeirra voru oft og tíðum hvorki ræddar í lánanefnd né stjórn sjóðsins. Í skýrslunni fullyrt að Geirmundur hafi brotið reglur sjóðsins og setið í stjórnum 3 félaga sem ekki voru í eigu sjóðsins. 2 þeirra fengu lánafyrirgreiðslu sem ekki samræmast lögum sjóðsins, annað upp á tæpar 200 milljónir króna sem hefur verið fært niður. Þá fengu börn hans 20 milljóna króna láni sum án trygginga. Þau voru ekki tekin fyrir í stjórn sjóðsins en stór hluti þessara lána hefur verið afskrifaður. Samkvæmt skýrslu PFC afskrifaði Sparisjóðurinn í Keflavík ríflega 7 milljarða króna síðustu 2 árin fyrir fall hans og færði niður útlán fyrir ríflega 18 milljarða króna. Eigið fé sjóðsins lækkaði 50 milljarða síðustu 4 árin og lýstar kröfur í þrotabúið hljóðuðu upp á 36 milljarða króna. Áætlaður kostnaður ríkissjóðs vegna samruna SPKF sem reistu var á rústum sjóðsins við Landsbankann nemur 25 milljörðum króna. Fréttastofa náði ekki tali af Geirmundi Kristinsinni, fyrrverandi sparisjóðsstjóra í dag. Útlánaheimildir sparisjóðsstjórans í Keflavík voru rýmkaðar þrátt fyrir aðvaranir fjármálaeftirlitsins árið 2008. Stofnfjáreigandi sakar fyrrverandi stjórn sjóðsins lögbrot. Útlánaheimildir sparisjóðsstjóra Sparisjóðsins í Keflavík voru rýmkaðar þrátt fyrir alvarlegar athugasemdir fjármálaeftirlitsins við útlánastarfsemi sjóðsins árið 2008. Stjórnarmaður í samtökum stofnfjáreiganda sakar fyrrverandi stjórnendur sjóðsins umboðssvik og innherjaviðskipti. Fréttastofa RÚV sagði í kvöld frá kolsvartri skýrslu PricewaterhouseCoopers sem unnin var starfshætti Sparisjóðsins í Keflavík að beiðni fjármálaeftirlitsins. Samkvæmt henni stóð ekki steinn yfir steini í starfsemi sjóðsins. Sparisjóðsstjórinn var nær einráður og stjórn og lánanefnd sjóðsins nánast upp á punt. Stjórinn samþykkti háar lánveitingar sem hafði verið hafnað í lánanefnd og breytti skilmálum lána sem hann hafði ekki heimild til. Stjórnarmenn og starfsmenn fengu háar lánveitingar án trygginga og haldbæra veða og börn sparisjóðsstjórans sömuleiðis. Vegna vinnubragðanna afskrifaði sjóðurinn ríflega 7 milljarða króna síðustu 2 árin fyrir fall hans og færði niður útlán fyrir röska 18 milljarða króna. Þetta voru náttúrulega afskaplega hryggilegar fréttir og ég er nú búinn að fylgjast með þessu undanfarið mörgu hvernig þetta hefur gengið á sparisjóðunum og þetta tekur út yfir allt sem manni hefði dottið í hug. Fjármálaeftirlitið skrifaði svarta skýrslu útlána og markaðsáhættu Sparisjóðsins árið 2008. Þar voru gerðar alvarlegar athugasemdir við regluverk sjóðsins. Sjóðurinn herti reglur í kjölfarið en í skýrslu PFC greint frá því að eftirlitshlutverk stjórnar hafi ekki aukist eftir það. Eftirlitið hafi í raun veikst því reglum lánanefnd hafi verið breytt þannig
að rýmkaðar voru heimildir sparisjóðsstjóra með ákvörðun mála án samráðs. Hjálmar gagnrýnir að fjármálaeftirlitið hafi ekki tekið sjóðinn yfir árið 2009 þegar tap sjóðsins nam 19 milljörðum króna og augljóst var hvers konar vinnubrögð voru stunduð þar af skýrslu FME að dæma. Hann vandar fyrrverandi stjórn sjóðsins ekki kveðjurnar. Þar náttúrulega var ekkert vit í að því virðist vera neinaði sem þeir gerðu. Þar hafa átt sér stórkostleg innherjasvik og umboðsvik þegar við sjáum núna framhaldið á þessari nýju skýrslu. Samtök stofnfjáreigenda ætla að höfða skaðabótamál á hendur fyrrverandi stjórnendum sjóðsins. Þetta hlýtur að rannsakast og hér hafa farið fram nýlega dómar í Exeter-málinu og það gefur einhverja vísbendingu framhaldið. Sparisjóður Keflavíkur gaf ekki upp til skatts öll hlunnindi starfsmanna eins og hann hátti að gera. Sjóðurinn greiddi til dæmis fyrir líf- og sjúkdómatryggingar háttsettra starfsmanna. Fríðindi sem starfsmenn Sparisjóðs Keflavíkur nutu voru ekki gefin upp til skatts. Þar á meðal eru greiðsla sjóðsins fyrir tryggingar handa starfsmönnum og afnot sparisjóðsstjórans af fasteign sjóðsins á Akureyri. Í skýrslu PricewaterhouseCoopers sparisjóðinn sem gerð var fyrir fjármálaeftirlitið og fréttastofa hefur undir höndum, kemur fram að sparisjóðurinn í Keflavík afskrifaði ríflega 7 milljarða króna síðustu 2 árin fyrir fall hans og færði niður útlán fyrir ríflega 18 milljarða. Eigið fé sjóðsins minnkaði á þessum tíma 50 milljarða króna. Á sama tíma nutu valdir starfsmenn fríðinda umfram hefðbundin starfsmannakjör sem þá tíðkuðust. 7 starfsmenn voru með bíl til umráða og nokkrir til viðbótar voru með ökutækjastyrk. Þá fengu sumir farsíma og ADSL-tengingar en engar reglur giltu hvernig þeim fríðindum var úthlutað. 9 háttsettir starfsmenn fengu líf- og sjúkdómatryggingar greiddar og 4 til viðbótar slysatryggingu. Þá átti sparisjóðurinn fasteign á Akureyri sem Geirmundur Kristinsson sparisjóðsstjóri réð einn yfir og lágu engin gögn fyrir hvernig sú fasteign var notuð. Þá einnig tekið fram að sparisjóðurinn hafi í árslok 2009 yfirtekið íbúð í Kópavogi vegna skuldar og leigt hana síðan syni eins starfsmanns sjóðsins á verði sem virtist vel undir markaðsvirði. Í skýrslunni gerð athugasemd við að einu hlunnindi starfsmanna sem gefin voru upp til skatts voru bílahlunnindi. Tryggingarnar og afnotin af húsinu á Akureyri hefði átt að gefa upp til skatts, en það var ekki gert. Fyrrverandi sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Keflavíkur nýtti risnureikning sjóðsins til eigin afnota án athugasemda. Ferðalög og fatnaður voru meðal annars greidd með risnu sjóðsins. Fyrrverandi sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Keflavíkur nýtti risnureikning sjóðsins til eigin afnota án þess að stjórn sjóðsins gerði nokkrar athugasemdir við það. Hann notaði hann meðal annars til að greiða ferð fyrir þáverandi stjórnarformann til Flórída. Í skýrslu PricewaterhouseCoopers sparisjóð Keflavíkur sem var unnin fyrir fjármálaeftirlitið og fréttastofa hefur undir höndum, kemur fram að Geirmundur Kristinsson þáverandi sparisjóðsstjóri hafi haft aðgangað risnureikningi sem átt að vera til afnota fyrir sjóðinn. Hins vegar vekja ýmsar úttektir þar spurningar að mati skýrsluhöfunda. Þar eru nefnd sem dæmi úttekt hjá Mr. Diamond í New York fyrir 165.000 krónur, frá Heimsferðum fyrir 315.000 krónur, hjá ferðaþjónustu bænda fyrir rúmar 480.000 krónur og hjá Herragarðinum fyrir 147.000. Þá greiddi hann ríflega 180.000 krónur fyrir ferð Þorsteins Erlingssonar þáverandi stjórnarformann Sparisjóðsins til Flórída í lok árs 2008 af þessum risnureikningi og hafa engar skýringar fengist á þeirri ferð. Pricewaterhouse telur að ekkert virt eftirlit hafi verið með risnuúttekt Geirmundar. Engar skriflega reglur voru til úttektir og stjórnarformaður sjóðsins virðist hafa samþykkt alla reikninga athugasemdalaust. Skipti ekki máli þó að Geirmundur hafi ekki getað framvísað reikningum vegna allra úttekta sinna. Alls tók Geirmundur út 10,4 milljónir króna af risnureikningnum á 2 árum. Geirmundur endurgreiddi við starfslok rúma 1 milljón af þessari upphæð sem óumdeilt var að væri hans einkakostnaður. Til tals kom að hann endurgreiddi meira en af því varð ekki þar sem Geirmundur hélt því fram að afgangurinn tilheyrði sparisjóðnum.